Komið sæl og velkomin á 254. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar sem haldin í stjórnarhúsinu í Búðardal. Áður en förum að formlega dagskrá ætlum við að bæta nokkrum dagskrárliðum við eða leggja til að þeim verði bætt við. Lagt til að mál nr. 24.06.000 forvarnarmál verði tekið á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 2. Lagt til að mál nr. 25.03.005F fundagerð byggðaráðs fundur nr. 333 verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 10. Lagt til að mál nr. 25.02.006F fundagerð atvinnumálanefndar fundur nr. 52 verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 13. Lagt til að mál nr. 25.03.004F fundagerð menningarmálanefndar fundur nr. 44 verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 17. Lagt til að mál nr. 25.03.011 fundaboð á aðalfund Símenntunar á Vesturlandi verði tekið á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 24. Aðrir liðir færist til samkvæmt fyrrgreindu. Vill einhver ræða þessa tillögu? Einhver með mótmæli? Það telst þá samþykkt. Þá förum við í dagskrárlið nr. 1 sem ársreikningur Dalabyggðar 2024. Við erum hér með góðan gest, Harald Örn Reynisson, endurskoðanda, og ég ætla að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, forseti, sveitarstjóri og aðrir starfsmenn. Við erum hér samankomin til þess að ræða og fara yfir saman ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2024, en honum var vísað til fyrir umræðu í sveitarstjórn í dag. Ef við förum hérna á síðu sem skýrsla á áratun sveitarstjóra og sveitarstjórnar, það síða 3. Þar sjáum við, þarna þetta koma, kannski bara þetta nú hefðbundin svo sem skýrsla á áratun sveitarstjóra og sveitarstjórnar að einu undaskildu, og það eilítil umfjöllun þarna þá stóru framkvæmd sem að sveitarfélagið stendur í, og það eðlilegt vegna þess að hún hefur áhrif á fjárhag sveitarfélagsins og að sjálfsögðu náttúrulega fjárhagsáætlanir fram veginn, og það örlítið gerð grein fyrir því hversu mikilvægt þetta verkefni er. Það eðlilegt að getum þetta sérstaklega og kannski víkja frá svona hefðbundinni áritun, skýrslu og ykkar vegna þess að þetta er stórt og mikilvægt verkefni. Nei, ef við förum síðan því næst bara í rekstrarreikningin, af því áritunarsíða endurskoðanda, hún birt bara við síðari umræðu. Og þá byrjum við þarna kannski að við getum nú stækkað þetta eilítið, þannig að fundarmenn sjáu þetta vel, ekki nema þið séu með þetta vel sýnilegt, en allt í góðu. Við leggjum á stað útsvar og við byrjum á A-hlutanum. Það að segja útsvar og fasteignaskattur, hann að aukast 44,6 milljónir eða 9% á milli ára. Takk fyrir. Og hann eilítið undir því sem þau hefur gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum, en enga síður að vaxa töluvert á milli ára og það jákvætt. Þið sjáu nánar í skýringu 4 hvernig þetta sundurliðast annars vegar í útsvarið og hins vegar í fasteignaskattin, þannig að það hægt að átta sig á því í hverju liggur svona helst svo hækkun sem hefur orðið á milli ára. Nú framlög jöfnunarsjóðs, þau eru að lækka örlítið, rétt 500.000 á milli ára og eru bara í nokkuð góðum takti við þeirra áætlanir sem þau höfðu gert með viðaukum. Nú aðrar tekjur, þær eru þarna 200 milljónir rétt rúmar og eru nokkuð umfram þær áætlanir sem að gerðar höfðu verið, en eru þó eilítið lægri eða rétt 27 milljónum krónum lægri heldur en árið á undan, sem að mér telst til að sé cirka 12% lækkun. Nú rekstrartekjur, það þessi samtala sem þarna fyrir neðan, þær hafa aukist hjá okkur 16,8 milljónir á milli ára eða rétt 1%. Því næst förum við niður í laun og launatengd gjöld og kannski bara vekja athygli á því að nú sjáum við að þá sú breyting sem hefur orðið á ársreikningum á milli ára, eða það að segja rekstri Dalabyggðar, að á árinu 2023 þá Silfútún ennþá með tekjur, aðrar tekjur, laun og annan rekstrarkostnað, en það að sjálfsögðu ekki til staðar í dag, þannig að þegar við erum að horfa á þessar tölur fyrir samstæðin í heild, þá sjáum við eðlilega og við rennum yfir þá eftir töluvert mikla breytingu á milli ára. Nú launin, þau hækka hjá okkur 25,5 milljónir sem það bil svona 5% hækkun á milli ára. Launavísitala að hreyfast rétt 6%, þannig að þið eru svo sem bara í takti við það,
en þið eru hins vegar undir fjárhagsáætlun með viðaukum og þið höfðu gert ráð fyrir tæplega 530 milljónum í laun og launatengd gjöld. Nú lífeyrisskuldbindingin, hún að hækka 15,2 milljónir á milli ára, samanborið við nærri 48 milljónir í fyrra og þarna þurfum við að hafa hugfast að brúarskuldbindingin var að koma að sjálfsögðu inn. Það að segja þessi 10% sem fjallað svo sem í skýringu 13, þessi 10% viðbót sem var færð þá inn, þannig að hækkunin nú óvenju mikil þá. Reyndar segjum við þannig sennilega alltaf að hækkunin á lífeyrisskuldbindingu sé óvenju mikil, en hún allavega 15,2 milljónir í ár. Annar rekstrarkostnaður að aukast 50,3 milljónir milli ára eða 10%. Það nokkuð umfram svona verðlagsþróun, en það ekki alltaf hægt að heimsækja alla liði í rekstri sveitarfélaga og sérstaklega ekki í öðrum rekstrarkostnaði og setja þá í samhengi við verðlagsþróun. Það eru líka ákveðnar breytur í rekstrinu sem eru að hreyfast og það ágætt að glugga bara í málaflokka yfirlitið sem í skýringu ársreikningsins til þess að átta sig á því hvernig eru málaflokkarnir að þróast annars vegar með hliðsjón af fjárhagsáætlun og hins vegar fyrra ári. Þannig að rekstrargjöldin eru 1,1 milljarður tæpur og framlegð eða rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir jákvæð í A-hlutanum upp á 43 milljónir. Nú þið sjáið að afskriftirnar eru 31,9 milljón sem nokkuð hærra heldur en árið á undan. Þarna bör líka að hafa í huga að nú fasteignin sem að Silfurtún átti, hún inn í eignasjóði. Þannig að afskriftir náttúrulega reiknast þá þeim megin í ár og skila sér náttúrulega í hækkun. Það ekki farið að afskrifa neina nýframkvæmdir sem ekki búið að taka í notkun. Þannig að áhrifin af stóru byggingunni hér úti ekki farin að gæta í þessum lið. Því næst sjáum við að svona fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur eru 8,9 milljónir, því að höfðu gert ráð fyrir að þær yrðu 22,7 milljónir í fjárhagsáætlunum ykkar. Og helsta skýringin á þessu kannski sú að þið eruð ekki að taka eins mikil lán eins og þið lögðuð af stað með í upphaflegri fjárhagsáætlun. Það eru gerðir viðaukar í fjárhagsáætlun þannig sem að fjárfestingin lækkuð og lántakan lækkuð og það að sjálfsögðu endurspeglast þá í vaxtakostnaðinum. Nú rekstrarniðurstaða A-hlutans jákvæð 2,3 milljónir samanborið við það 48 milljónir árið á undan en þið höfðu gert ráð fyrir eilítu tapi í áætlunum ykkar. Nú, þannig að A-hlutin svona í nokkru jafnvægi, eilítið betri afkoma heldur en að þið höfðu gert ráð fyrir í áætlunum og það má eiginlega segja það að þrátt fyrir svona aukin rekstrargjöld í A-hlutanum þá líka tekjuvöxtur þannig að þið náið að verja framleiðina ykkar og við setjum hana síðan þá kannski í svona samhengja því að þetta eina lykilstærðuna þegar við erum að lesa ásetninga framleiðin og þá með hliðsjón af áhvílandi skuldum. Nú hlaupum örsnögt yfir A- og B-hlutan í rekstrarreikningnum. Við förum aðeins upp aftur og þar ætla ég nú ekki að fara með ítarlegum hætti yfir alla liðina en bendi ykkur á að rekstrartekjurnar þær lækka 191,4 milljónir á milli ára. Við förum aðeins ofar í skjalinu og laun lækka 145,3 milljónir á milli ára og rekstrargjöldin samtals að lækka 191 milljón. Ykkur til upplýsinga þá aðrar tekjur sem voru tekjufærðar 23 inn í Silfurtúni voru 249 milljónir. Launin voru 171 milljón og annar rekstrarkostnaður voru 69 milljónir. Þannig að það að skýra mikið til hreyfinguna til lækkunar sem að verða á milli ára. Þetta flækir kannski aðeins fyrir ykkur að lesa þetta en enga síður vil ég bara benda ykkur á að þetta náttúrulega þið eruð að sjá þá áhrifin af þeim ákvörðunum sem að þið tóku á sínum tíma að Silfurtúni yrði komið fyrir með öðrum hætti þannig að sveitarfélagi þyrfti ekki að greiða með þeim rekstri áfram eins og verið hefur. Nú ef við förum síðan því sem næst yfir á næstu síðu þá erum við komin í efnahagsreikningin og þið sjáið að þar að ræða fjárfestingu umfram afskriftir ársins. Þessir, og við förum bara yfir A- og B-hlutan, að samanlagt þá fastafjármunir
Dalabyggðar 1,5 milljarður tæplega og hafa vaxið þarna töluvert frá 1,3 milljörðum árið á undan. Og við setjum þetta síðan þá í samhengi við fjárfestinguna sem var í A-hlutanum annars vegar og B-hlutanum hins vegar. Þá er fjárfesting A-hlutans 316 milljónir og fjárfesting samstæðunar í heild sinni eru 331,5 milljónir. En það er líka á sama tíma sala á ljósleiðara kerfi Dalaveitna og þið sjáu það í sundurliðunarbókinni, en við sjáum einnig fjárhæðina sem þar að ræða í sjóðstreyminu sem við komum að rétt á eftir og svo koma þá afskriftirnar til lækkunar. Þetta eru semst þeir póstar í rekstrinu sem koma til lækkunar á varanlegum rekstrarfjármunum á árinu. Nú þið sjáuð að stofnframlög og eignarhlutir í félögum hafa lækkað á milli ára, fara úr 124 milljónum í 120 milljónir. Lækkunin er 4,1 milljón. Ástæðan fyrir þessari lækkun er svo að á árinu voru eignir seldar úr Bakkahvammi. Þeim fylgdu í raun og veru yfirtaka á húsnæðisframlaginu. Það þýðir það að eftir stendur bara stofnframlag sem ekki fæst greitt. Þetta er sjálfseignarstofnun og þá eru kröfur reikningsskilanna nokkuð skýrar vegna þess að við eigum ekki heimtingu á að fá þetta endurgreitt, að þá þarf að gjaldfæra þetta í rekstrinu. Og þetta er gjaldfært inn í A-hlutanum. Þannig að það er viðbótarkostnaður sem að fellur til. Og ef við förum síðan yfir í eigið fé og skuldir, því næst, það er á næstu síðu, þá er svo sem ekki margt sem að kannski við ætlum að dvelja við þar, en þó aðeins skuldir við lánastofnanir hafa eðli málsins samkvæmt hækkað vegna lántöku í A-hlutanum sem voru upp á 280 milljónir. Einnig tók fjárfestingafélagið Hvammur lán og samanlögð lántaka í A- og B-hluta er 291 milljón, rétt rúmlega. Nú, því sem næst kannski svona aðrar skammtímaskuldir sem eru tala sem að hreyfast svolítið á milli ára. Hún nemur 216 milljónum í árslok 2024, voru 169,8 árið á undan. Það er eðli málsins samkvæmt. Þá er það þannig að allir þeir reikningar sem að berast, þeir eru ekkit greiddir á þeim degi sem þeir berast. Þeir eru með gjaldfrest eitthvað fram í janúar. Skýringin á þessari sveiflu, hún er að megninu til 59,2 milljónir sem eru vegna fjárfestingarinnar. Akkur er ég að minnast á þetta, það er vegna þess að í sjóðstreyminu, þegar við kíkjum á það á eftir, að þá erum við að leiðrétta fyrir þessu vegna þess að þetta tilheyrir fjármögnun og fjárfestingu og á að leiðrétta veltuféð með tillit til þess að það gefur rétt að mynda fjármunamyndunu í rekstrinum hjá okkur. Nú, þarna er nú ekki svo sem annað sem við ætluðum að renna yfir, en við skulum fara aðeins yfir í sjóðstreymis yfirlitið sem er skemmtilegasti staðurinn í ársreikningnum. Af því að þar náum við að tvinna svolítið saman það sem við erum búin að vera að ræða um. Það er að segja, ef við náum að halda í okkur í rekstri, þannig að við erum að verja framlegð, þá erum við að auka líkur á því að veltuféð, það er að segja peningur sem að reksturinn býr til, hann viðhaldist. Og af hverju viljum við gera það? Það er til þess að við eigum fjármuni til þess að fóðra skuldir og eða ef að það er umfram það, þá getum við nýtt þá fjármuni í fjárfestingu án þess að taka lán. Þess vegna segjum við, sjóðstreymið er í raun og veru langmikilvægasti staðurinn og það er hér sem að þið getið heimsótt okkur hvernig lögðum við af stað með fjárhagsáætlunina 2024 með viðaukum. Í efri hlutanum, þið sjáum að við byrjum þarna bara á afkominu og rekstrarafkoman er jákvæð 46 milljónir í A- og B-hlutanum. Því næst þurfum við að leiðrétta fyrir reiknuðum stærðum og það er leiðrétt fyrir þeim vegna þess að þær eru ekki peningaútstreymi. Þá leiðum við út þessa lykiltölu sem er veltufé frá rekstri sem hjá ykkur eru 76,8 milljónir. Þeir höfðu gert ráð fyrir að hún væri 10 milljónum lakari fjárhæð í áætlunum með viðaukum og hún er nokkuð betri heldur en árið á undan. Þarna fyrir neðan sem eru svo kallaði breytingar á rekstrartekjum, eignum og skuldum koma síðan liðir þar sem verið að leiðrétta fyrir því sem var raunverulega greitt og eða tekjufært og ekki er innheimt áramótin og þá leiðum við út þessa stærð sem er handbært fé frá rekstri sem eru 81 milljón.
í sinni einföldustu mynd þá þetta bara þannig að ef ég hefði byrjað með 0 á bankareikningi þá hefði ég allavega átt að eiga 81 milljón. Svo gæti ég þá byrjað að eyða og þá fer ég að eyða í fjárfestingarhreyfingar og fjárfesting ársins, fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum eru 331,5 milljónir. Þar af eru ógreiddar 59,2 milljónir. Þá getum við aftur heimsótt líkistærðina sem við vorum að skoða áðan sem eru skammtímaskuldirnar. Og síðan var innborgað aukið hlutafé inn í fjárfestingafélagið Hvamm upp á 4 milljónir. Þannig að fjárfestingarhreyfingarnar að draga til sín 126 milljónir. Það þýðir það að við erum búin að ráðstafa og þetta er nokkuð þetta er nokkuð minna heldur en þar að segja við erum búin að ráðstafa í miklar fjárfestingar, þannig að við erum búin að ráðstafa þessum peningum sem reksturinn skilaði. Það þýðir það að við þurfum að fjármagna mismuninn. Við gerum það með tvennum hætti, getum gert það með tvennum hætti, það með því að taka lán og þið takið lán fyrir 291 milljón, en þið þurfið á sama tíma að greiða af lánum sem eru 36 milljónir og svo þá þessi innborgun á hlutafénu fyrirgefið. Eignarhlutur í félögum ekki vegna fjárfestingarfélagsins Hvamms, þarna sjáum við breytinguna á Bakkahvamms niðurfærslunni sem 4,1 milljón, innborgaða hlutafé þarna fyrir neðan sem eru 5,2 milljónir. Þannig að fjármögnunarhreyfingarnar ykkar að skila ykkur fjármunum á bankareikningi upp á 260 milljónir í sinni einföldustu mynd og það þýðir það að það hækkun á handbæru fé á milli ára upp á 215 milljónir og handbært fé í árslok stendur í rétt tæpum 300 milljónum sem nokkuð betra heldur en að áætlanir ykkar höfðu gert ráð fyrir, en bara til þess að minnast aðeins á það að megin ástæðan fyrir því að það þarna fjárþörf, óleyst fjárþörf í fjárhagsáætlunum með viðauka vegna þess að þegar ásetningur síðast árs lá fyrir að þá hefði mögulega verið gott að taka viðauka fyrir sem að hefði leiðrið stöðu handbærsfjár og mögulega til samræmis við rauntöluna og mögulega það eitthvað sem við þurfum bara að skoða og sveitarstjórn í upphafi árs þegar við höfum gengið frá þessum ársreikningi hér. Þannig að sjóðstaðan er sterk, vissulega lántaka þar að baki, en það líka útstreymi á fyrstu mánuðum ársins 2025 sem að menn að tryggja sig gagnvart. Aðeins varðandi samþykkt viðauka því að aftast í ásetningnum samanburður á milli upphaflegu fjárhagsáætlunarinnar og svo fjárfesting og svo áætlana með viðaukum og þar sjáið þið nákvæmlega hvaða áhrif viðaukarnir eru að hafa á upphaflegu fjárhagsáætlunina og þeir lækki lántökuna og það held ég ágætt að minna sig á það að það er gott að hafa ekki þurft að taka eins mikið lán eins og áætlanir gerðu ráð fyrir í því vaxta umhverfi sem var á Íslandi á þessum tíma og þessu nýliðnu ári. Ég ætla kannski ekki að fara mjög ítarlega yfir skýringarnar með ykkur, en við kannski myndum aðeins hoppa á blaðsíðu 16, það skýring 8b. Það vegna þess að þegar þið farið að horfa á áætlun með viðaukum og svo bara bera hana saman við rauntölunar að þá þegar þið leggið af stað í fjárhagsáætlana vinnuna og ljúkið henni vegna ársins 2024 þá lá ekki fyrir að yfirfærslan á Silfurtúnseignunum næðist fyrir áramót. Það náðist hins vegar og þess vegna þessi yfirfærsla úr Silfurtúni og upp í eignasjóðinn inn í A-hlutanum, hún sýnd í áætlunum með viðaukum. En ég vil hins vegar benda á það að fjárheimildirnar, ef við förum aðeins neðar í skýringunni, þær eru óbreyttar vegna þess að þarna bara að ræða tilfærslu á milli sjóða innan samstæðunar, þannig að þetta hefur ekkert að gera með fjárheimildirnar, þannig að heildar fjárfesting ársins, hún rétt 15 milljónum undir þeim heimildum sem að þið höfðuð innan ársins. Auðvitað eru einhverjar sveiflur á einstaka verkefnum sem að þið eru meðvituð og hægt að rýna sérstaklega ef þið viljið. Síðan það þá bara málaflokka yfirlitið sem að svo framar í ársreikningnum og það á síðu 14 og þar getið þið þá séð hvernig einstaka málaflokkur að hreyfast og hvar helstu frávikin eru og
áskoranir sveitarfélaga náttúrulega liggja í félagsþjónustunni og einnig í fræðslumálunum vegna þess að þetta eru þeir málaflokkar sem eru að taka til sín hvað mest fé og einnig sjáum við í B-hluta fyrirtækjunum núna hvaða hreyfing hefur orðið á milli ára. Dvalarheimilið farið út og félagslegu íbúðirnar einnig, þannig að þetta svona, já, það hefur töluvert mikið gerst bara á undanförnum árum hjá okkur í rekstri B-hluta fyrirtækjana og salan aðeins varðandi söluna hjá Dalaveitum, kannski rétt að minnast á það líka að það eru 100 söluverði sem er tekjufært eru 142 milljónir, það er að segja að það er kaupverðið, það er náttúrulega tekjufærðu bara söluhagnaðurinn af þessu og Dalaveitur veita síðan lán fyrir þessum fjármunum inn til aðalsjóðs. Það er hins vegar líka þannig og þið sjáu það í sundurliðanarbókinni að Dalaveitur skulduðu aðalsjóði töluverða peninga í tengslu við uppbygginguna á veitukerfinu. Þannig að eðlilega byrja Dalaveitur á því að greiða upp þá skammtímaskuld við aðalsjóð. Restin síðan færð yfir í langtímabréf á milli aðalsjóðs og Dalaveitna og afborgunarkúrfan af því og vaxtakjör eru með sama hætti eins og á þeim bréfum sem að hvíla á sjóðnum. Þannig að félagið getur staðið við skuldbindingu sínu gagnvart þriðja aðila. Þannig er þessu stillt af. Nú ég held að ég ætli ekki að orðlengja þetta mikið meira. Nú endurskoðunarskýrslan, við förum yfir hana með ykkur við síðari umræðu. Endurskoðunin hefur gengið ágætlega. Það er hins vegar þannig eins og alltaf kemur fram í áritun sveitarstjóra og sveitarstjórnar að honum vísað til fyrri umræðu og hann tilbúinn til endurskoðunar. Þannig að það geta sjálfsögðu orðið breytingar á milli umræðna ef eitthvað kemur upp á og kannski ef við eigum að nefna eitthvað eitt við Bjarki sem hefur kannski senkað aðeins okkar vinnu og gerir það verkum að við erum kannski ekki alveg tilbúin að setja út endurskoðunarskýrsluna er það að tengjast ofan í fjárhagsgrunnuna hjá ykkur. Það eru breytingar vegna uppfærslu á fjárhagskerfunum sem gerir það verkum að það hefur reynst erfitt að ná tengingu í það. Við erum sjálfsögðu búin að skoða alla stóra liði en maður skildi þó aldrei segja aldrei. Þannig að ég vil bara koma með þessar upplýsingar til ykkar og það er unnið hörðum höndum að því að koma að þessari tengingu á bæði frá starfsmönnum Dalabyggðar og eins þjónustuaðila ykkar og við sjáum svo bara hvernig vinst. Sjálfsögðu opið fyrir spurningar á eftir en annars bara þakka ég ykkur fyrir í bili. Takk. Takk hérlega fyrir Haraldur. Ykkur sem vilja taka til máls, Bjarki, gjör svo vel. Óttandi sveitarstjórn og aðri tilheyrendur. Ég vil þakka Haraldi fyrir þessa góðu yfirferð og honum og hans fólki fyrir samstarfið undanfarnar vikur í kringum þessa miklu vinnu sem á sér stað í aðdraganda þess að þetta skjal verður til og með þessum hætti sem að það raungerist hér á þessum fundi og á fundi Byggðarráðs í gær. Ég vil einnig þakka samstarfsfólki mínu hér á skrifstofu Dalabyggðar fyrir alla þá vinnu sem hefur verið lögð af mörkum í allar þessum undirbúningi sem og auðvitað deildarstjórum og öðrum starfsmönnum Dalabyggðar. Þessi afkoma sem hér birtist, hún gerist ekki af sjálfu sér og ég held að við getum verið þokkalega við unnað hvað varðar rekstur Dalabyggðar fyrir árið 2024. Það voru óvænt útgjöld sem við þurftum að mæta en okkur tókst allavega að vera réttum megin við strikið. Og einnig vil ég þakka kjörnum fulltrúum fyrir þeirra aðkomu að öllu utanumhaldi og samvinnuna í kringum þetta allt saman. En þetta er fyrir umræða og eins og Haraldur kom inn á að við höfum aðeins mætt þröskuldum á þessari leið núna undanfarnar vikur. Við tókum upp nýtt bókhaldskerfi í október og eins og gengur að gerist ekki alveg þrautalaust en við erum allavega teljum okkur vera að koma með skýra mynd á reksturinn og nú er það bara bein leið áfram að vinna með þetta kerfi og vonandi eru engar gloppur og ég er sannfærður um það að svo er ekki þannig að ég leyfi mér að vona allavega að við horfum á sömu tölur hér eftir við aðra umræðu sömuleiðis. En ég segi eins og Haraldur að ég er reiðubúinn til svara ef einhverjar spurningar og eða vangaveltur.
en að því sögðu þá ítreka ég þakki mínar til allra hlutaðeigandi sem ég taldi hér upp áðan. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég ársreikningin til samþykktar í fyrri umræðu. Þeir sem eru samþykkir ársreikningnum gefi merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í dagskrárlið númer 2 sem eru forvarnamál. En félagsmálanefnd samþykkti á 73. fundi sínum forvarnastefnu Dalabyggðar 2025 til 2027 og óskaði umsagnar ungmennaráðs sem hefur nú fundað og gerir ekki athugasemdir við framkomna stefnu. Og er forvarnastefna Dalabyggðar 2025 til 2027 hér lögð fram til afgreiðslu og staðfestingar í sveitarstjórn Dalabyggðar. Einhver sem vil ræða forvarnastefnuna? Svo verðist ekki vera, þá legg ég hana til samþykktar. Þeir sem eru samþykki stefnunni gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárlið númer 3, brothættar byggðir Dalauður. Framlagður er viðauka samningur til staðfestingar sveitarstjórnar Dalabyggðar við samningum verkefnið brothættar byggðir í Dalabyggð. Einhver sem vil ræða þennan samning? Svo verðist ekki vera, sjálfur langar mér bara að fagna þessari viðbót og ég held að það sé mjög gott fyrir sveitarfélagið Dalabyggð að fá þessa framlengingu. Ég legg þá samningin til samþykkar, þeir sem eru samþykki samningnum gefi merki og hann er samþykktur samhljóða. Svo er það dagskrárlið númer 4 sem er fjallskilasamþykkt en byggðarráð fjallaði fjallskilasamþykkt Dalabyggðar á fundi númer 332 sem haldið var þann 27. febrúar síðastliðinn og lagði til að sveitarstjórn tæki samþykktina til umfjöllunar á 254. fundi sínum sem er þessi fundur í dag og í kjölfarið yrði farið í samráðsferli með hagaðilum. Einhver sem vil taka til máls? Garðar, gjörðu svo vel. Oddviti, kæru fundamenn, við höfum verið að ræða fjallskilamál og fjallskilasamþykktina sem er bara mjög mikilvægt að sé unnið á breiðum grunni og svona í samvinnu við sem flesta. Og því vil ég leggja til að sveitarstjóra verði falið að boða til fundar með bara öllum fjallskilanefndum. Þannig að það sé hægt að taka fyrir þær tillögur og hugmyndir sem er í gangi. Þannig að það sé hægt að taka það samtal áður en að verður tekið svo samþykktir til fyrstu umræðu. Takk. Takk Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég bara fyrir fundin tillögu Garðars að fela sveitarstjóra að kalla hagaðila til fundar. Þeir sem eru samþykki því gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Næst er það dagskrárliður númer 5, varúðar niðurfærsla viðskipta og skattkrafna vegna 2024. Á fundi númer 322 fundi byggðarráðs var tekin til umræðu og afgreiðslu tillaga varðandi varúðar niðurfærslu skattkrafna og afskriftir og eftirfarandi bókað. Kynnt tillaga að varúðar niðurfærslu viðskiptakrafna verði hækkuð 1,3 milljón króna frá því sem nú er vegna útistandandi viðskiptakrafna í lok árs 2024. Kynnt tillaga að varúðar niðurfærsla vegna útistandandi skattkrafna verði lækkuð 2 milljónir króna frá því sem nú er vegna útistandandi skattkrafna í lok árs 2024. Samþykkt byggðarráðs er hér lögð fram til staðfestingar í sveitarstjórn Dalabyggðar. Einhver sem vil ræða þessa samþykkt? Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Næst er dagskrárliður númer 6, Ljárskógabyggð. Á 154. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar var bókað Ljárskógabyggð. Guðlaug, og bjóða þér orðið, gjör svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að það eru framkvæmdir hérna á Ljárskógaströnd og er það vel. Og það er búið að vera að byggja þær upp og samþykkja deiliskipulag og samþykkja aðalskipulag. Síðan kemur aðeins breyting og þegar nýtt deiliskipulag var lagt fram þá bætti 2 íbúðarhús á lóðum
og að fengnu í samráði við skipulagsfulltrúa að þá samþykkti umhverfis skipulagsnefnd ákveðnar breytingar og athugasemdir en sá ekki ástæðu til þess að standa í vegi fyrir því öðru leyti en við bendum á að það verið að endurskoða friðunarákvæði Breiðafjarðar og það getur haft áhrif á kvaðir á eigendur þeirra lóða sem tilverða og eins gerði Hestamannafélagi glaður tillögu reiðveg í Fjöru í norðurátt frá réttinni og við tökum undir það og við erum í rauninni bara hér að óska eftir því að sveitarstjórn samþykki þessar tillögur okkar að breytingum. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég fyrir fundin bókun umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykki bókuninni gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 7, beiðni framlengingu á stöðuleyfi fyrir vindmælingarmastri. Guðlaug, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar tilheyrendur. Við fengum beiðni framlengingu stöðuleyfi fyrir vindmælingamastrum á Hróðnýjarstöðum. Það eru hins vegar rúmlega 2 ár síðan að síðasta stöðuleyfi rann út og ljósabúnaður hefur ekki verið í lagi nema hluta þess tíma og við erum kannski ekki óbúslega glöð með það þar sem að hætta getur skapast á ljóslausum mastri og það er álit nefndarinnar að það sé nauðsynlegt að fjarlægja þau hið fyrsta og nefndin samþykkti því ekki áframhaldandi stöðu mastrana og beinir staðfesting á því til sveitarstjórnar. Við sem sagt óskum eftir því að masturinn verði fjarlægð. Takk fyrir þetta, Guðlaug. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég til samþykktar bókun umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykki bókuninni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Næst er það dagskrárliður númer 8, Ólafsdalur, breyting á aðalskipulagi og breyting á deiluskipulagi. Guðlaug, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar tilheyrendur. Það er búið að leggja fram breytingar á deiluskipulagi fyrir Ólafsdal. Það voru talsverðar athugasemdir sem komu við það í kynningaferlinu og nefndin fór yfir það á síðasta fundi sínum og við teljum sumar athugasemdirnar eiga fyllilega rétt á sér og það er búið að vera að vinna með þetta. Við teljum að það sé nauðsynlegt að undirbúa þetta betur áður en þetta fer til afgreiðslu í sveitarstjórn og ég óska eftir því að sveitarstjórn feli umhverfis- og skipulagsnefnd að klára málið áður en það kemur til endanlegrar afgreiðslu hér. Takk fyrir þetta, Guðlaug. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég fyrir fundin tillögu Guðlaugar að vísa þessu máli aftur til afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykki því gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Svo er það fundagerðir til kynningar, dagskrárliður númer 13, atvinnumálanefnd Dalabyggðar fundur 52. Einhver sem vil ræða þessa fundagerð? Nei. Þá er það dagskrárliður númer, já, nú er það 9, jæja, eitthvað er eiginlega still, númerinn. Þá byggðaráð, já, næst er fundagerð byggðaráðs Dalabyggðar, fundur 332. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Það virðist ekki vera. Dagskrárliður númer 10, byggðaráð Dalabyggðar, fundur 333. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Það er ársreikningurinn, svo sem búin að ræða hann. Enginn sem vil taka til máls. Þá er það dagskrárliður númer 11, fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 138. Einhver sem vil taka til máls þar? Sjálf vil ég bara fagna því að félagsmiðstöðin Gildran er tekin aftur til starfa og mikið lukka með það, skils mér, þannig að það er bara frábært. Þá fyrir við í dagskrárliður númer 12, atvinnumálanefnd Dalabyggðar, fundur 51. Einhver sem vil ræða þá fundagerð? Nei. Dagskrárliður númer 14, umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 154. Nokkuð mál nú þegar búin að
vera tekin fyrir þar, einhver sem vil ræða þessa fundargerð? Nei, þá er það númer 15, félagsmálanefnd Dalabyggðar, fundur númer 74, einhver sem vil ræða þá fundargerð? Nei. Dagskrárliður númer 16, menningarmálanefnd Dalabyggðar, fundur 43, einhver sem vil ræða þá fundargerð? Það virðist ekki vera. Dagskrárliður númer 17, það er líka menningarmálanefnd Dalabyggðar, fundur númer 44, einhver sem vil ræða þá fundargerð? Nei, þá er það dagskrárliður númer 18, fundargerð í sambandi íslenskra sveitarfélaga árið 2025, einhver sem vil ræða þá fundargerð eða þær? Nei. Dagskrárliður númer 19, fundargerð í samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 2025, einhver sem vil ræða það? Nei. Þá er það dagskrárliður númer 20, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar 2025, einhver sem vil ræða þær fundargerðir? Nei. Svo er það mál til kynningar, dagskrárliður númer 21, aðalfundarboð Lánasjóðs sveitarfélaga 2025. En hér er framlagt fundarboð á aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga sem framfór þann 20. mars hjá hann er búinn. Sveitarstjóri fór með atkvæði Dalabyggðar á fundi. Fundinu frestað og þar alveg, já. Einhver sem vil ræða þetta fundarboð? Nei. Þá er það dagskrárliður númer 22, aðalfundur Veiðifélags Laxár í Hvammsveit, framlagt er fundarboð á aðalfund Veiðifélags Laxár í Hvammsveit. Garðar Freyr Vilhjálmsson er fulltrúi Dalabyggðar á fundinum samanber samþykkt sveitarstjórnar Dalabyggðar í júní 2022. Einhver sem vil taka til máls? Þá er það dagskrárliður númer 23, aðalfundur Sorpurðunar Vesturlands 2025, framlagt er fundarboð á aðalfund Sorpurðunar Vesturlands. Ingibjörg Þórunnar Steinudóttir er fulltrúi Dalabyggðar á fundinum samanber samþykkt sveitarstjórnar Dalabyggðar í júní 2022. Eitthvað sem vil ræða þetta? Nei. Þá er það dagskrárliður númer 24, aðalfundarboð Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Framlagt fundarboð á aðalfund Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Ingibjörg Þórunnar Steinudóttir og Skúli Hreinn Guðbjörnsson eru fulltrúar Dalabyggðar á fundinum samanber samþykkt sveitarstjórnar Dalabyggðar í júní 2022. Einhvers vil ræða þetta fundarboð? Nei, þá er það dagskrárliður númer 25, aðalfundarboð Símenntunar á Vesturlandi 2025, framlagt fundarboð aðalfund Símenntunar á Vesturlandi, lagt er til að Jóhanna María Sigmundsdóttir fari með atkvæði Dalabyggðar á fundinum. Samþykki það? Er það samþykkt? Það er samþykkt. Þá er það dagskrárliður númer 26, skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Bjarki. Oddviti sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Það er eitt og annað sem hefur drifið á dagana hjá okkur hér í stjórnsýslu Dalabyggðar undanfarna daga og vikur og margir spennandi hlutir á döfinni og alls konar fundir búnir að vera og hér var framlagt fundarboð á fund sem hefur átt sér stað, margan átt sögulegu fundur, aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga, vakti athygli í fjölmiðlum en það er svona gerir ekki að það hér sérstaklega. En íbúafjöldi í Dalabyggð núna samkvæmt íbúasýn og miðað við 2. mars síðastliðinn er sama tala og í byrjun febrúar 669. Nú fyrir umræðu ársreikningin átti sér stað hér fyrir á fundunum og vil ég ítreka hér þakkir mína til allra hlutaðenda sem hafa komið að þessari vinnu. Það er alltaf ákveðin varða í starfsemi sveitarfélags þegar ársreikningur liggur fyrir og ánægjulegt að við séum réttum megin við strikið. En reksturinn okkar hann er viðkvæmur og því mjög dýrmætt svo mikla kostnaðarvitund sem ég upplifi meðal starfsmanna Dalabyggðar og kjörinna fulltrúa og eins og ég hef sagt áður, liðsheildin er sterk. Nú framkvæmdir við uppbyggingu íþróttamannvirkja hafa gengið vel og er verkið á áætlun þrátt fyrir óvænta ógn innan gæsalappa sem uppkom vegna þungatakmarkana á þjóðvegi 60. Við í undirbúningi þessa verkefnis voru ýmsar breytur lagðar fram sem kynnu að valda okkur vandræðum og gætu valdið töfum en þungatakmarkanir á þjóðvegi 60 var aldrei nefnt sem möguleg ógn
og hér út gluggann horfum við núna á stóran bláan krana sem kom í Búðardal í seinnipartinn í gær. Hans kom að seinkaði allavega 4 daga út af því að á þessum mikla bíl eru öxulþungin 12 tonn en ekki 10 eins og hámarki núna á þjóðvegi 60. Nú, 5. 27. febrúar var úthlutað á frumkvæðissjóði Dalaðus í 4. sinn og viðburðurinn var haldinn á vinnustofu Guðrúnar Jóhannsdóttur á Stórumúla að þessu sinni. Og frumkvæðissjóður Dalaðus hefur styrkir bæði samfélagseflandi verkefni og nýsköpun í Dalabyggð og í þetta sinn voru til úthlutunar 19.250.000 og fengu 30 verkefni styrk. Það gífurlega ánægjulegt að sjá hve mikil gróska í Dalabyggð og þessi verkefni og sem og þau sem hafa fengið stuðning til þessa í þessu ágæta verkefni bera þess glöggt vitni. Og eins og hér var komið inn á áðan þá samþykkti stjórn Byggðastofnunar framlengingu á þessu verkefni okkar til 1 árs, þannig að nú erum við með samning og samkomulag við Byggðastofnun út árið 2026 og svo gaman að sjá að nágrannar okkar í Reykhólasveitinni voru að byrja sína vegferð í þessu verkefni síðastliðna helgi, þannig að þar var íbúaþing haldið síðastliðna laugardag og sunnudag. Nú og talandi Dalaðið, þá ársskýrslan fyrir Dalaðið fyrir árið 2024 komin út og aðgengileg á vef okkar hér Dalabyggðar og Byggðastofnunar og í skýrslunni gerð grein fyrir framgangi verkefnisins fyrir árið 2023 og það af nógu að taka. Nú þingflokkur Viðreisnar var á ferðum norðvesturkjördæmið í síðastliðinni kjördæmaviku og gerðu sér heimsókn í Dalabyggð þriðjudaginn 25. febrúar. Heimsóknin hófst á innliti í mjólkurstöðina, MS, þar sem framleiðsla á starfseminu voru kynnt og þá var farið á starfsstöð Vegagerðarinnar í Búðardal þar sem ástand vega í sveitarfélaginu var meðal annars til umræðu, mjög hreinskiptar og góðar umræður þar og vil ég þakka bæði forsvarsmönnum Vegagerðarinnar hér í Búðardal sem og mjólkursamsöluna fyrir það að taka á móti þessum stóra hóp. Það voru 15 aðilar sem komu frá þingflokki Viðreisnar og nokkrir sveitarstjórnarmenn náðu að slást með í för í heimsókn til þessara stofnana og fyrirtækja og svo buðum við þeim í mat inn í Dalahittum og aldeilis veisla sem beið okkur þar, lambakjöt eins og það gerist best og þar náðu nokkrir sveitarstjórnarmenn og starfsmenn til viðbótar að slást í hópinn. Nú síðan hefur Eyjólfur Ármannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, nú innviðaráðherra, hefur úthlutað styrkjum að upphæð 140 milljónir króna til 13 fjölbreyttra verkefna til að efla byggðir landsins og kemur þetta framlagst í þessa styrki af byggðaáætlun og við fengum styrki í 2 mjög spennandi verkefni hér í Dölum og í rauninni fengum nánast það sem við báðum í þessi verkefni. Annars vegar verkefni sem við köllum Auðarstofu, nýsköpunar- og þekkingarsetur í Dalabyggð til að efla starfsemina hér niðri hjá okkur og í rauninni að bæta við vonandi störfum. Þarna fengum við 13,5 milljón og síðan í verkefnið Hver vegur að heiman er vegurinn heim og það í rauninni byggðafestu verkefni og svona áttaga fræðsla sem að ég handviss að vinni leiða gott af sér. Óformlegt samtal okkar í Dalabyggð í sveitarstjórn Húnaþings vestra að skoða kosti þess og galla að sameina þessi 2 landstóru sveitarfélög í fullum gangi og hafa nú verið haldnir 3 fundir starfshóps sem skipaður var og 1 sameiginlegur fundur sveitarstjórnanna beggja og stefnt að íbúafundum dagana 8. og 9. apríl að óbreyttu og fer auglýsing í loftið á allra næstu dögum og stefnt að fundinum hér í Dölum, hér í Dalabúð þriðjudaginn 8. apríl klukkan 17 og svo daginn eftir í félagsheimilinu Hvammstanga klukkan 17 som í lauðis og væri ánægjulegt að sjá sem flesta íbúa á þessum fundum okkar sem og kjörna fulltrúa og verður fróðlegt að sjá hvernig umræðan fer af stað í kjölfar þessara funda. Það skiptir okkur miklu máli að íbúar taki þátt í þessu samtali. Nú fulltrúar sveitarfélaga á Vesturlandi sendu þann 20. febrúar síðastliðinn erindi til forsætisráðherra með ákallið til ríkisstjórnarinnar neyðarfund og skipan viðbragðshóps stjórnarráðsins aðgerðir í vegamálum. Hættustigi var lýst yfir á Vesturlandi þann 13. febrúar síðastliðinn vegna byggblæðinga
Stórfelldar byggblæðingar bættust þannig við afar bágborið ástand á mörgum vegaköflum í landshlutanum og var ástandið meðal annars tilkynnt til almannavarnanefndar og þar sem að sveitarstjórnin töldu að neyðarakstri væri stefnt í hættu og slóð hér í skýrslu minni á þetta erindi sem var sendt til forsætisráðherra og í framhaldinu fóru fulltrúar allra sveitarfélaga á fund forsætis og innviðaráðherra 10. mars síðastliðinn. Sá fundur var góður og samtali gott og ég þá von í brjósti að við fáum fjárveitingu í ákveðnar neyðaraðgerðir en það þarf að gerast hið allra fyrsta þannig að sé unnt að gera eitthvað í sumar því allt þetta háð efnistöku að það fáist verktakar í verkið og þar fram eftir götunum. Og nú í dag fekk í rauninni, við höfum talað það að vegagerðarmenn stofna lífi og limum í hættu á þjóðvegum landsins í þessum holufyllingum endalausu sem í gangi og í dag gerðist það fyrir hádegið að ferðalangur keyrði utan í ökutæki sem vegagerðarmenn voru á út á vegi sem betur fer meiddist enginn en viðkomandi ökumaður keyrði utan í bíl og svo bara leiðar sinni áfram. Þannig að þetta eru engar ýkjur sem farið með varðandi það að okkar frábæru starfsmenn sem eru að gera sitt besta alla daga að þeir leggja líf sitt og limi í hættu. Algjörlega óþolandi það virðingarleysi sem að vegfarendur sína þessum vinnandi fólki. Nú samtök bænda héldu málþing þann 27. febrúar síðastliðinn þar sem yfirskriftin var íslensk matvæli, einkamál færra eða hagsmunir allra. Og sá sem hér stendur hélt erindi þar sem megin inntakið var mikilvægi landbúnaðar í atvinnulífi okkar hér í Dalabyggð og nauðsyn þess að kjör bænda styrktust og hef ég fengið nokkur viðbrögð við þessu erindi og ljóst að þessi vísa, hún verður seint og oft kveðin og áfram skal haldið í þessa veru. Nú Ævar Kjartansson, fyrrverandi útvarpsmaður og nú umsjónarmaður hlaðvarps og landeigandi hér í Dölum kom til mér fyrir stuttu og tóku við samtal stöðu Dalabyggðar ekki síst út úr þeirri skýrslu sem unnin var í samstarfi við umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið og það virðingarvert hvað Ævar leggur okkur hér í samfélaginu lið og þetta hlaðvarp hans á alla athygli skilið og er slóð hér á þetta samtal okkar Ævars í skýrslunni minni sömuleiðis. Nú landsþing sveitarfélaga var haldið þann 20. mars síðastliðinn. Það sem var helst var á baugi þar voru áhrif nýgerðra kjarasamninga við kennarastéttina á rekstur sveitarfélaga og áhrif þeirra aðgerða sem ríkisvaldið tilkynnti í kjölfar þeirra til að létta á rekstri sveitarfélaga á móti. Ræða aðkomu ríkisvaldsins hvað varðar börn með sértæka vanda og rekstur fasteigna og uppbyggingu fasteigna fyrir hjúkrunarheimilið. Það er fagnaðarefni að bæði hafi náð samningar við kennarastéttina sem og ríkið hafi loks eftir langt samtal samþykkt að koma að fyrrgreindum málaflokkum sem meðal annars skipta okkur hér í Dölum miklu máli. Nú að lokum vil ég koma á framfæri hamingjóskum til leikklúbbs Laxdæla með velheppna uppfærslu á leikritunum Pínulítið fiðrildi eftir Walter Waff Ellis í leikstjórn Skúla Gautasonar. Það var nánast húsfyllir á öllum sýningum í Dalabúð sem vel að verki staðið og gekk reyndar á ýmsu þar sem til dæmis kom upp rammarsleysi á einni sýningunni en leikararnir lýtu það ekki slá sig út af laginu og héldu áfram með bara neyðarleysingunni í Dalabúð á opni. Þannig að þetta var kryddað með ýmsum hætti þetta ágæta verk en þetta er ekki tristið fram úr erminni að setja upp eitt stykki leikrit þannig að ég vil þakka öllum þeim sem að komu þar af því að það er mikil vinna að baki að uppfærsluðin þessari. En hér er bara stiklað á stóru eins og vant er og ef það er einhverja spurningar og eða vangaveltur þá svara ég þeim að sjálfsögðu en nú er það bara áfram veginn við vorið að koma íþróttamannvirkin okkar rísa og vonandi fáum við aðgerðir í vegamál á næstu vikum. Ekki meira sinni. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Hver sem vil taka til máls varðandi skýrslu sveitarstjóra? Svo virðist ekki vera. Næsti fundur sveitarstjórnar verður 5. 10. apríl. Venjulegu fundatími er klukkan 5 en í ljósi þess að það er árshátíð í grunnskólanum þann daginn þá mun hann hefjast fyrr þann dag en ekki búið ákveða tímasetningu. Þannig að ég segi þessum fundi slitið. Nú göngum við frá fundagerð.